Múslimar í Háskóla Íslands hafa ekki lengur sama aðgang að kapellu skólans og áður. Kapellan ætluð til kristinnar tilbeiðslu. Múslimar fengu aðgang að kapellunni í háskólanum í 1,5 mánuð, yfir föstumánuðinn Ramadan. Þá voru 4 bænateppi og kóraninn höfð í kapellunni til nota fyrir múslima. Það búið að fjarlæga mottunar og við getum ekkert, það frekar óþægilegt að fara kannski að biðja á miðju háskólatorgi. Svo það engin staðsetning í dag upp í háskóla fyrir múslima eða aðra til að biðja. Og það það sem við erum að reyna að berjast fyrir, að háskólinn seti upp fjöltrúarlegt herbergi, þar sem allir geta komið saman og iðka bara sína trú í friði. 25 til 30 múslimar stunda nám við Háskóla Íslands. Sumir þeirra biðja 5 sinnum á dag og þeir myndu gjarnan vilja nota kapelluna þangað til annað herbergi fæst. Það auðveldar okkur ótrúlega vel. Ég meina, í staðinn að fara heim til að biðja eða skera sendur úr, þá getur alltaf farið bara ákveðins svæði, beðið og sér getur fara aftur í tíma og haldið áfram. Jósef skrifaði háskólarektor og óskaði eftir aðstöðu fyrir fólk sem hefði önnur trúarbrögð en kristni til að iðka trú sína. Í svarbréfi kemur fram að kapellan sé ætluð til kristinnar tilbeiðslu. Hún sé vígð á grundvelli evangelísk-lúterskrar hefðar og hlaðin kristnu táknmáli. Því geti hún aldrei orðið samtrúarlegt rými. Ég átta mig ekki endilega á því af hverju það ætti að pirra fólk að við nýtum bara herbergi sem hannað til að iðka trú. Þetta náttúrulega Guðs hús og við trúum alltaf sama Guðinn, svo við skil ekki alveg af hverju þetta pirra fólk. Háskólinn hefur í hyggju að koma upp trúarlega hlutlausu bæna- og hugleiðsluherbergi fyrir ólík trúarbrögð.